Í dag fyrir við vöru sem hefur eiginlega tveggja vöruflokka, gel og akryl. Þetta er powergelið okkar og það rennur ekki til eins og gel getur gert og hefur tæra og þægilega eiginlega. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Powergelið er frábær og eitt mest notaða gelið hjá okkur hérna heima. Í dag ætlum við að sýna ykkur í næstu sýnikennslu hvernig við vinnum powergelið. Byrjum á því að setja smá Prep and Wipe í krukku og geymum til hliðar. Við skerum gelið af túpunni með spatúlu. Leggjum svo gelið á náttúrulega nögluna með spatúlunni. Við dýmum penslinum í Prep and Wipe og þerrum svo úr penslinum í Brush Wipe. Gott er að þerra báðar hliðar og þerra bara svolítið vel úr penslinum. Síðan klöppum við gelinu til og þrýstum því út til hliðana. Gott er að nota magann á penslinum í þetta. Svo þegar við erum að láta gelið renna til fram, þá viljum við nota klapp og tóg hreyfingar. Klöppum við og tógum, klöppa og tóga. Þannig látum við gelið vinna áfram. Svo er gott að strjúka penslinum aðeins yfir gelinu til að fá jafna áferð. Alltaf þetta bæta meira geli á og nota oddinn til að blanda gelinu við náttúrulega nögluna. Drögum gelið aðeins til fram, klapp, tóg. Lokum við alveg út við lausaröndina. Þurrkum svo klístrið eftir að búið að herða í 1,5 mínútu. Síðan þjölum við gelið til með 180 gráðu þjöl. Pössum að nöglinn sé bein fram á gópunni og lögum til mótunaglarinnar. Svo þjölum við álaspunktinn og pössum það að álaspunkturinn sé alltaf staðsettur á sama stað eins og hann á að vera. Síðan lokum við nöglunni með glans að eigin vali. Penslum glansinum, fljótandi þunnri umferð, fullkominn powergel nögl. Einfalt og þægilegt að vinna með powergelið. Powergel er mjög auðvelt í notkun og er það ólíkt öðrum akrylgelum, þá inniheldur það engan akryl. Þetta skulum við kíkja á hvernig er unnið í næstu sýnikennslu. Byrjum á því að fjarlægja álþynnuna af krukkunni. Tökum hana alveg af. Þið sjáuð ofan á gelinu þá er smá glans og það er smá klístur sem leggst ofan á gelið. Þetta þurfum við að nota til að blanda saman við gelið. Við þurfum að passa okkur að við viljum alls ekki hreyra í gelinu, við viljum bara velta krukkunni. Síðan tökum við okkur bollu og leggjum á nöglina og búum til örþunna lengingu. Við pressum gelinu vel inn og notum magann til að draga það örlítið fram. Við drögum fram á formið, fjarlægjum svo formið afsakið. Og þetta viljum við gera, fyrst viljum við losa formið frá og svo fjarlægja það, annars getum við meitt viðskiptavininn eða brotið lengingun okkar. Notum Building Base Clear á nöglina og leggjum örlítið af glimmeri ofan í. Þetta getum við gert með í rauninni hvaða glimmeri sem er eða hvaða innlegi sem er. Eins mikið eða lítið eins og hendar hverjum og einum. Pressum þessu inn í nöglina. Alltaf hægt að beita meira á. Síðan lokum við nöglinni með Powergel Clear
sem alveg kristaltært, ótrúlega fallegt. Og við notum þessar klapp-tók hreyfingar með maganum á penslinum. Og ef penslitinn fer að klistrast við, þá getum við alltaf bleitt hann meira. Síðan fer alveg við klístrið og þjölum negluna til. Pössum hans bein fram á grópunni og lögum til þjölunina. Pössum að álagspunkturinn sé staðsettur á réttum stað. Þjölum og mótum. Pössum að nöglinn sé eins fullkomin og hún getur orðið. Síðan lokum við nöglinni með glans að eigin vali. Nú sjáum þið hvað powergelið í raun og veru kristaltært gel. Ótrúlega falleg innleggnögl með kristaltæru powergeli. Eins og sáum á sýningarskilinu hér á ofan, þá powergelið rosalega kristaltært og unnið eins og akryl og mjög gaman að vinna með það. Powergelið eitt af okkar must-haves. Á síðasta ári kynntum við til leiks fullkomið powergel fyrir fullkomna náttúrulega nögl. Must have. Kíkjum á þetta. Powergel Ivory fullkomið fyrir náttúrulegt look og við byrjum á því að leggja Powergel Ivory á lausunundina og pressum því út formið. Og látum það hylja alla galla eða skemmdir í nöglinni. Drögum það fram og muniði, klapp-tók hreyfingar. Svo byggjum við yfir og byggjum til álagspunktinn með powergel nút. Og pressum því upp við naglaböndin og drögum það fram yfir þetta hvíta. Þessum láta það ekki alveg kofera hvíta í endan, en það má deyja út inn á hvíta. Síðan þjölum við nöglina. Þessum að sé beina framan, bein fram á grópunni. Og þjölum í raun bara eftir þörf. Lokum nöglinni með glans að eigin vali. Fullkominn babyboomer sem hentar hverjum sem einum. Ótrúlega fallegt. Í þessu mánuði 20% afsláttur af öllum powergel vörunum hjá okkur. Þú getur kíkt á heimasíðuna okkar til þess að sjá hvað í boði og til þess að sjá hvað framundan hjá okkur. Powergel mögnuð vara, hvort þú vilt vinna úr krukku eða túbu. Kíkjum á næstu sýningarkennslu. Byrjum því að undirbúa náttúrulega nöglina og setjum softbond. Fyttu upp powergel og legðu á nöglina og byrjum að pressa inn í náttúrulega nöglina. Búum okkur til naglbeð og klárum að byggja upp álagspunktinn. Drögum þetta fram. Fjarlægum allt kristur og þjölum svo vegginn. Gott að nota emirþjöl eða bara separþjölun okkar. Eftir þessi hverjum að einum, pössum að gera vegginn skarpan og góð horn upp í hliðunum. Náum okkur í Powergel White og leggjum á lenginguna.
pressum þessu á lenginguna og pössum að gelið fari alveg upp í hornin sitt hvort megin til þess að þegar við förum að þjóla þá vantar ekkert í. En við þurfum líka að passa að vera með nægilegt magn af geli til þess að kofvera alla lenginguna, annars verðum við að bæta á. Þetta herðum við svo í 1,5 mínútu. Þurrkum klístur og þjölum nöglina til. Pössum að álagspunkturinn okkar sé á réttum stað og nöglinn sé bein fram úr grópunni. Glans að eigin vali og lokum nöglinni. Ótrúlega falleg hvít frensnögl. Eins og ég segi í dag þá 20% afsláttur af öllum vörum, Powergel vörum. Við endilega kíktu á heimasíðuna okkar til þess að sjá hvað í boði og hvað vöruúlfar Einnig hægt að sjá á síðunni hjá okkur allar upplýsingar það sem framundan hjá okkur eins og námskeið, framhaldsnámskeið, grunnnámskeið og annað. Endilega senda okkur línu ef það eru einhverjar spurningar. En annars þakka ég bara fyrir að hafa verið með mér hérna í dag og get ég ekki beðið eftir að vera með ykkur í næsta þætti þegar við förum í nauðsynjar á naglastofunni. Við erum Magnetic. Hvað með ykkur?